Aðventan gengin í garð og óhætt að segja að það sé orðið jólalegt í Blönduhlíð í Skagafirði. Fallegt og stillt vetrarveðrið passar einstaklega vel við kyrrðina á Uppsölum þennan daginn. Hér býr hann Árni Bjarnason en hann fagnaði níræðis afmæli sínu fyrir stuttu. Það svolítið eins og að koma í lítið jólaþorp að ganga upp að húsi Árna. Það eru 3 hefðbundnar kirkjur á hlaðinu en alveg við útidyrnar ber að líta eina alveg sérstaka. Hún sú eina sem á sér fyrirmynd í raunveruleikanum en það nágrannakirkja Árna, Silfrastaðakirkja. Það aðallega Agnari vinum mikla bæ að þakka eða kenna að ég fór að fást við hana. Hann kom alltaf, þegar hann kom, þá spurði hann mig alltaf hvort að ég alltaf ekki færi að smíða Silfrastaðakirkju. Já. Varstu búinn að ná að humma það aðeins á undan þér og svo hefur hann... Já. Já. Svo þegar hann komið vel á veg, þá kom hann. Já, þetta hefst að suða nógu lengi. Já, greinilega. Bara vera nógu óþolandi. Já. Sem þetta honum að þakka það að kenna. Já. Ekki kannski frekar þakka? Jú, það má segja það. Akkurat. Varstu lengi að þessu? Já. Ég tók ekki tíma. Nei. Því að maður að koma og fara. Stoppar einhverja stund hér í skúrnum og svo þarf maður að hugsa hvernig maður fara að halda áfram. Þegar þetta allt strend, það svolítið snúið það. Já, bókstaflega svolítið snúið, sko. Hann fást við það. Já, þú ert náttúrulega vanur að gera aðeins hefðbundnari kirkjur. Jú, sem miklu einfaldara. En þú fermdist í Silfrastaðakirkju. Já. Manstu eftir fermingardegininu? Já. Segð mér hans frá. Ég man bara að það var hundarigning. Já. Þetta var hvítasunnu, alltaf fermt á hvítasunnu. Og öll börn í hreppnum sem átti að fermast voru fermt í einu. Nú, ég man ekki eftir fermingargjöfum. Nei. Og þó einn bóndi henni sveitinni gaf mér 50 krónur. Sem voru peningar þá. Já. Eflaust, sko. En þú ekki fengið fleiri 100.000 eins og fermingarbörn í dag? Nei, ég fekk hana 50 kall og þótti gott. Já. Hvað keyptir þau fyrir 50 kalli? Men ekkert. Þú væntanlega sparað? Eitt var með einhverju vitleysu. Örugglega. Já, þú ert nú nýlega orðinn níræður, til hamingju með það. Já, takk. Þú hefur væntanlega bara séð ýmislegt. Það kannski ekkert margt sem kemur þér á óvart orðið. Nei, ekki þannig. Nei. Maður búinn að sjá heitt og annað gegnum tíðina. Ég trúi því. Og sko... Búinn að lifa nokkrar byltingar. Já. Áttu þér einhverju uppáhaldsbyltingu sem þú hefur lifað? Ég held að þegar maður fékk traktor. Já, það hefur verið mesta veislan. Já, það létti mikið störfin. Já, ég trúi því. Já. Þú ert hér fæddur og uppalinn. Jú. Bara frá því að, 90 árum síðan. Já. Þannig að þú ert búinn að eiga hérna 90 ár. 90 ár hérna. Já. Á Uppsölum. Já. Hvernig
hvar bjóstu fyrstu árin? Í hvaða húsi? Það var í gamlum bæ hér upp á brekkunni, Hérna fyrir ofan? hérna fyrir ofan. Já. Svona 800 metrum ofar heldur en við erum núna. Já. Hvernig var sá bær, ef þú lýsir honum aðeins fyrir mér? Þetta var svona dæmigerður torfbær með timburþrjum á framan og innviðir voru úr timbri, tilugu gólf og veggir og visslegasta hús, reisulegt með loft yfir og svefnloft Já. í bustunum. Það eru örugglega margir sem að í dag geta ekki einu sinni ímyndað sér hvernig er að búa í torfbæ. Nei, það er alla von. Auðvitað voru þær misjafnir. Já, væntanlega. Já. En þegar þú hugsa tilbaka núna, hugsaðu þá sko með hlýju eða færðu bara svona kuldahroll eða hvernig? Ég hugsaði með hlýju. Já. Þetta fór vel hann. Og hvernig voru jólin ykkar í torfbænum? Já, þau voru náttúrulega sjálft hefðbundin. Segðu mér aðeins frá svona... Minningunni voru þau bara mjög góð. Já, segðu mér frá svona típiskum jólum á Uppsölum. Já, þá komu jólin sko, þegar þau átt að koma. Já. Þau komu ekki í október eins og núna. Nei, einmitt. Og jólagjafir voru nú ekki neinu óhófi. Nú? Okkur þóttu þær samt góðar og hátilegar. Pabbi skipti á milli okkar kertum, fengum 1 stórt kerti og 6 lítilum. Það var snúin kerti falleg og mislit. Aðrar jólagjafir voru ekki. Við vorum himinsæl með þetta. Já. Og hvað gerðu þið svo, tímdu þið alveg að kveikja á þessum kertum? Jú. Já, ok. Eittu smátt og smátt. Já, hægt og rólega. Já. Á aðfangadagskvöld þá var svona kaffiveisla með fínu brauði og svo eftir að eldri systir mér kom á kvennaskóla þá var farið að hafa steik. Var hún þá búin að læra það? Já, sjálfsagt. Já, ok. Laufabrauð var aldrei hér. Nei? Það kom með Sólveig, konu minni, Þingeyjarsýslu. Já, hún er úr Þingeyjarsýslunni. Og fleiri konum Þingeyjarsýslu sem fluttust hingað. Já. Þar var laufabrauðsmenning. Þær hafa komið með það með sér hingað. Já. Og varst þú kræfur í að skera laufabrauð? Nei. Mér fannst þetta ósköp tilgangslítið. Já. Skemmtilega að borða það? Já. Já. Og það að vera að skera eitthvað fínar í og éta það svo rétt og eftir. Já, það er reyndar alveg að þú segir það sko. En áramót, hvernig voru haldið upp á áramót þegar þú varst krakki? Á gamlárskvöld þá var spilað púkk, það var sérstakt spil. Já. Þá spiluðu allir. Já. Ömmur mínar, eldri konur náttúrulega. Já. Kom að spiluðu með. Ok, og það var ekki vaninn eða? Nei. Það var bara þetta eina kvöld. Sem þið fenguð að spila við þær? Sem þær komu. Og hvernig var að spila við þær? Ágætt þær. Kunnu þetta náttúrulega alveg. Bara svona 10 fingur. Já, einmitt. Nú jólatréð, frá því ég mann fyrst, og það var svona hrífuskaft og borað inn í það pínu hólur og stungið þar í greinum. Þetta var eins og þetta verið mosavafið að límt mosi utan á. Og kerti fest á endan á greinunum með sérstaklega klemmu.
Og þetta tré var í lífi þangað til ég var 18 ára, held ég. Já, þið hefur notað á hverju ári. Alltaf sama tréð. Áttu þér einhverja svona uppáhalds jólaminningu eða minningar, hvað svona situr helst í minninu? Það svona helst þegar við vorum öll heima, ég og eldri bræður. Eftir jólin, milli jól og nýja, þá spiluðum við mikið. Og það var oft fjör í því. Já. Það svona helsta minningin. Hvað voruð að spila? Ég held að alls konar spil. Var mikil keppni í ykkur eða? Jú, það vildi allir græða. Já. Voruð að spila upp á pening eða? Nei, bara að tjekka. Var mikið bakað fyrir jólin? Já. Var mamma einn dugleg að baka? Já. Hvað var bestu kökurnar sem hún gerði? Það veit ekki að var bakon allar sem varga. Nei, segðu. Fljótar að hverfa kökurnar. Hvenær byrjaði að koma ávextir eins og mandarinur til Íslands? Manstu eftir því? Nei, ég man ógulagt eftir eplum. Já. Og þá fylgdi eplunum svona sérstök eplalykt. Mjög góð. Hún horfin núna. Já. Þú finnur engan lykt af eplum í búð. Nei. Ég veit ekki af hverju hvort þetta orðið svona. Nei, þetta dularfullt. Búið að sprauta þetta öllum fjandanum. Eflaust. Það er ekki eins og þetta var þegar þú fékkst epli fyrst. Ég hef ekki fundið eplalykt. Bara síðan í gamla daga. Já. Og jólaeplalyktin, ég finn hana enn svona í huga. Þetta breytist. Já. Nú var allt í rótvarnarefnum einhverjum fjandanum. Já, nú finnum maður bara jólarótvarnarlykt. Já, eða enga. Ég veit að þú ert mikill söngmaður. Þú ert í karlakórnum Heimi. Jú, ég stend þar. Þú stendur þar og lætur þín taka. Já. Já. Var mikið sungið jólin hjá ykkur í fjölskyldunni þegar þú varst yngri? Jú, það var sungið altså bara á jólum. Gengið kringum jóla til að sungið og sungið. Já, á aðfangadag sem sagt? Já. Okay. Manstu hvaða lög þið voru að syngja? Það voru þessi gamlu sígildu lög. Svo göngum við kringum og sem verið að reyna að syngja stundum núna. Já, annars lagið. Já. Áttu þér eitthvað uppáhalds jólalag? Ég held að það sé bara Heimsum ból. Já, það klikkar ekki. Nei, það sígilt. Árni minnist á það hvað umstangið í kringum jólin hefur farið stigvaxandi í gegnum árin. Það er svo sem stílanlegt út af fyrir sig. Já, það hefur ýmislegt breyst. Þetta er bara vertíð fyrir verslun. Já. En lendið þú ekki í vandræðum? Hvað áttu marga afkomendur? Ég átti 4 börn, 12 barnabörn og 17 langa. 16 pluss 17, hvað er það? 33, getur það passað? Ég er herfileg í starffræði. Ekki fjarri lagi. Ekki fjarri lagi. Einhvers staðar á milli 30 og 40. Já. Já. Þarftu að græja jólagjöf handa öllum í skaffyringabúð eða? Nei, hér og þar. Maður reynir að láta alla hafa eitthvað. Já, þú kemst ekkert upp með að gefa öllum kerti bara. Nei, það er úrelt. Já, það er spurning hvernig það myndi fara í mannskapinn, sko. Já. Já, það hefur ýmislegt breyst í þessu. Nú leikföng. Já, áttu þið leikföng? Voru leikir
Já, kindaleggir. Já, og stórgrip aðeins líka og svo horn og völur. Og aðalega voru hornin vor og haust. já. Þetta hafa verið svona ástíðabundin leikföng. Já, Já, völurnar og legginu voru notaðir inni. Bara. segðu mér frá einhverjum leik sem að þið voru að leika með svona leikföng. Hvað voru þið að gera með leikföngin? Við vorum aðalega að raða völunum. Bara á rúminu og hér og þar og svo að smala. Já, smala þeim saman. Já. Magna. Það var endalegt þetta að enda með þetta. Já, eflaust brugðu sér í ýmsa kvikmynda líki þessar völur. Svo voru margar litaðar. Já, Það var verið að móður okkar var að lita eitthvað í potti. Garn eða eitthvað. Þá fekk maður að syngja eins og lita pottinn og búa til flekk. já. Alls konar flotta sauðaliti. Já. Já, Eins og það með leggina. já, litu þá líka. Já. Merkilegt. Nú var við spottað utan hér og þar. Og svo settum við hann í pottinn. Svo þegar það var alltaf þurrt, þá tókst þú spottan utan. Og þá var hvítt undir því. Þar fjarstu stjóttan hest. Já. Þar hefur byrjað hérna listamannsferilinn þinn, sennilega. Já, það veit ég ekki. En það er greinilega listamaður í þér, sko. Nú á hornin, þau náttúrulega fengu á haustin og Já, með sló og allir saman. Svo barðum að þetta úrlega, það var það hæfilega úldið. ói, sorry. Já, Svo á vorin, þá fórum við með það upp í fjall. Við röðum þar í kletta. Það var afréttin. afréttin. Já. Þið hafa bara verið með ykkar eigin búskap, þannig. Já, systkinu, öll. Já, auðvitað. Hvað áttirðu mörg systkini? Við vorum 7. Þið voru 7. Já. Hvað eru, það er þú? 5 bræður Já. og 2 systur. Hverjir eru eftirlifandi í dag? Ég og systur minn yngri. Já, yngri systir. Já. Já. Þetta er svona gangur lífsins sem menn er að koma og fara. Já, það hlýtur að fylgja því að ná 90 árum að maður verður að kannski sjá einhverja fara. Jú, það fer ekki hjá því. Nei, ég trúi því. Eitthvað minnkaði áhugin á því að breyta völum og leggjum í dýr þegar bílar fóru að birtast á veginum fyrir neðan bæinn. Þá bjó maður sér til bíla. Einmitt, þar hefur komið nýtt áhugamál, skyndilega. Og verkfæri og léleg, það var sagargarmur. Já. Það var kallað húsvans, hefur heyrt það sög. Húsvans? Húsvans, Nei, aldrei. svo ég var aldrei kallað annað. Húsvans? Húsvans. Veistu hvaðan það orð kemur? Nei. Nei? Ok. Það er mjög skrítið orð. En já, allt í lagi. Ok, og þið reyndu þá að smíða ykkur einhvers konar bíla úr einhverjum... Já, einhverjum spýtakuppum nú. Já. Hvernig litu þessi fyrstu bílar út sem að þú sást? Það var aðalega bara vörubílar með einföldu húsinu. En svo var náttúrulega stór bylting þegar herinn kom. Þá sá maður endalausar strollur fara hér veginn og alls konar bílagerðir. Já. Hvernig upplifun var það? Að sjá það? Forvitnilegt. Já. En þú veist, þegar þú varst krakki svona á þessum tíma, hvað vissið þú stríðið? Ég fylgdist með því eins og ég gat í gegnum útvarp og blöð. Já. Ég kom inn eitt hérna þá sagði pabbi að vera búið að hernema landið.
Og ég spurði hverju hefði verið. Já, það eru Bretar. Þá fór ég bara út að leika mér aftur, þá var engar áhyggjur. Nei, það breytti þínu lífi ekki mikið? Nei. Nei. Manstu eitthvað hvað þið fannst svona það að það væri fólk út í heimi að bókstaflega bara drepa hvert annað? Já, fannst það sjálfurlegt. Já. En þó var það svona fjarlægt svolítið. Já. Þú er ekki upplifað hræðslu? Ekki mann ég það nú beint. Nei. Þér verður ekki fundist ykkur ógnað hér? Nei. Nei. Það er gott. Það er gott. Þannig að maður var svo fjarrið þessu eitthvað, tannilega. Já. Og þó nálægt með að sá alltaf herbílana fara hér Árni var 19 ára þegar steinhúsið á Uppsölum var byggt. Það leyti var hann í héraðsskólanum á Laugum sem nú heitir framhaldsskólinn á Laugum. Þá var erfitt að komast á milli staða yfir háveturinn og jólin voru haldin í skólanum með skólafélagunum. Manstu eftir hvernig tilfinning það var að flytja úr Gamlabænum í steinhús? Já, það var náttúrulega bylting. Hvað stendur upp úr? Sérstaklega upp á plássið. Já. Allt miklu rýmra á. Það var svo sem svaf ekkert betur. Nei. Og hvað var svo Gamlabæinn? Já, það var bara jafnað við jörðu. Skemmtilegt að láta hann bara hverfa heldur. Það var hann smá verða engur. Nei. Hann er bara tún núna. Núna er hann tún. Já. Fannst þér ekkert skrítið að sjá svona æskuheimilið bara hverfa? Nei. Ekkert að velta þér upp úr því? Nei. Nei. Þýðir ekkert að velta sér upp úr hlutunum. Nei. Nei. Er það svona helsta ráðið sem þú hefur fyrir ungt fólk í dag, eða hvað? Já. Já. Taka lífinu bara eins og það og reyna að gera það besta úr því. Og hvað finnst þér að fólk ætti að hafa í huga svona yfir hátíðarnar? Rólegheit. Og svona góðar hugsanir. En þetta fer mikið út í bara stress, áhyggjur og peningum og gjöfum. Auðvitað viðsafnar aðstæðum manna. Já. Heldur þetta verði bara verra og verra? Heldur að við getum snúið sér við einhvern veginn eða? Það held ég ekki þetta. Nei. Eru svo annað þetta að þróast. Já. En nú er komin svona umhverfisvitund í fólk að Jú, að kannski passa aðeins meir upp á neysluna. Ég veit ekki hvort að það hefur áhrif. Það held ég ekki. Nei. Nei. Enga trúa því. Þetta er svona tískubylgja núna. Já. Já, meinar. Gæti verið. Það er bara gott að vera lítinn og spilla sig í kringu sér. Þrátt fyrir 90 aldur er Árni sprækur og eyðir miklum tíma í skúrnum sínum góða, þar sem hann unir sér hvað best. En þú ert sér byrjaður á næsta bæ. Jú. Þú ert ekkert að fara að slaka á. Maður var að halda áfram, sko. Ég átti 10 bæi í vor og nú er 3 eftir. Hinnir eru farnir eða eftir að sækja. Já. Þú ert náttúrulega bara annað eftirspurn. Já, 3 á lager. Þú 3 á lager. Já. Hvernig á þessi að verða? Ertu búin að ákveða fyrirfram? Eða kemur þetta bara svona til þín meðan þú ert að vinna? Já. Þeir eru allir nokkuð jafn stórir. Já. Og svo er bara mismunandi gluggaumgjörðir og misjafn litur á þeim. Bara. Þetta er sem þetta er í hug. Eitthvað sem þetta er í hug bara? Já. Svo sá ég að þú ert farin að mála líka.
búið til málverk, Já, klessuverk. klessuverk. Já, ég meina Þetta gerum við í dagvist. Ég fer einn dag í dagvistum á Sauðárkróks á sjúkrahúsið Já, og þar aðalega til að komast í sund, svona innulög og mjög notalegt og svo fundur stundir eftir hádegi. Þetta svona 8, 10, 11 manna hópur. Svo til vísenda hvað fólk mætir. Svo fórum við að prófa. Þegar fannst nú konunum ómulegt að ég sæti bara að lesa. Eftir hádegi. höfðu ekkert gaman að þér þannig? Já, mér líði ágætlega. Já, En svo fór ég að fikta við þetta og þeir eru áhættan. Að sulla einhverjum litum já, og lerist. og þau bara þótt gaman að það? Jú, það er gaman þessu. Já, þetta eru skemmtilega myndi hjá þér. Já, það er lítið eftir. Ég er búinn að búa til nokkra tugi og það er flest farið. Já, þetta er bara rifið út. Já. Svona Blessu er það- börnin og barnabörnin. Það var losað mig við heilmikið af þessu. Já, það er nú dýrmætt fyrir þau að eiga listaverk eftir afa eða langa afa. Já, við skulum vona það. Kannski einfaldara fyrir þig að búa til svona mynd heldur en heilan bæ fyrir hvern. Já, það er alls mikið meira verk við þetta. Já, einmitt. En það er mikið tími sem fyrir þessa myndir. Já, Kannski kringu 10 mínútur með myndina. alveg heila 10 mínútur. Jafnvel. Já, það er ekkert annað. Er eitthvað svona lokum sem að þér er svona ofarlega í huga eða eitthvað? Nei, maður bara þakka fyrir hvern dag Já, sem maður rís upp á morgni. Og nú var það nýraður og munar að fyrir tröppu sem að kemst upp. Það er bara þakka fyrir það sem maður hefur.